Þá upptakan komin í gang og við förum að vinna í verkefni 2B og það þurfum við að gera heima í gegnum sýndarvélina. Það næst efst hérna í efni á innunni undir annað efni, sýndarvél fyrir Multisim og þá förum við í, já, það fleira undir efni sem að ég var með áðan. Ég þarf að sýna ykkur það. Það í verkefnunum, hérna eru verkefnin, að endilega opnið líka leiðbeiningar fyrir Multisim á 2B og síðan fyrir neðan það eru minnisþættir. Það það sem við erum að fara að vinna í 2B, minnisþættir. Ok, þetta var það sem við þurfum að opna. Hérna þessar leiðbeiningar fyrir Multisim og það svona verið að reyna að sýna hvar við náum í þessa íhluti, sem sagt eins og með þetta próp hérna og þessa rofa og spennugjafa merkinguna hérna. Og ég náttúrulega fer í það. Við byrjum á því að vinna í þessari æfingu og teikna þetta upp í Multisim. Sem sagt að við byrjum hérna, teiknum upp rásina og skoðum hvernig hún virkar og reynum að svara þessu hvaða merki, hátt eða lágt gildi skiptir minnisþættinum, sem sagt hefur það áhrif á að útgangur verður hár, hvað það, hvort það hátt gildi eða lágt gildi og síðan hver hvíldarstaða inngangana og það hérna þurfum við að skoða hérna með þessari töflu því að þetta svona virknitabla þar sem að við byrjum á því að við resetum hérna greinilega með hágildi, þannig að við byrjum með útganginn, Q aðalútganginn, lágan, kannski aðeins svo lítið hérna hjá mér, svona. Við byrjum með útganginn lágan og þá Q0 andhverfur útgangur, hann hár. Þannig að ef að sama merki á báðum útgangum, þá óæskileg staða, eins og hérna. Þá alltaf vera öfugt merki á hinum útganginum. Þannig að núna hvíldarstaða, hér sýnt að það sé 0 á báðum og þá aðalútgangurinn slöktur núna og áfram bara andhverju útgangurinn með háttgildi, Q0. Ef við kveikjum með þessum sett hérna neðri innganginum hérna, ef við kveikjum með honum, setjum hann í háttgildi hérna, í plús hérna, plús 5 volta spennu, þá verður háttgildi hér, þá kæmi þetta ljós inn hérna, eða þetta próp, og þá myndi hann skipta stöðu, þá myndi slokkna á Q0 og Q-ið myndi kveikja. Og við sjáum það hér, með þessu appelsingula kassa hérna, þá Q-ið inni, svo setjum við aftur í hvíldastöðu, þá 0 á báðum inngöngum, sem sagt, á set og reset, og þá helst hann í þeirri stöðu vegna þess að við erum hérna með minnisþátt. Hann man þá stöðu sem við komum honum í. Og það 0 á báðum inngöngum hérna. Við byggjum þetta upp og prófum þetta allt saman í Multisim. En síðan, þegar við ætlum að slökkva Q, við ætlum að drepa mótornum sem sagt, að þá setjum við háttgildi á R-inganginn, á reset-inganginn. Og þá skiptir hann sér aftur að þegar aðalútgangurinn frá því að vera hár, hann fer aftur í 0 og 1, þannig að staðan verður eins og við sjáum aftur hérna á myndinni fyrir ofan. 0 og 1 og helst þannig. Þegar við slökkvum aftur á reset-inganginum og þá man hann þá stöðu að við slökktum. Og breyttum stöðun á útgangunum. Nú, óskileg staða ef við ætlum að setja báða inn, bæði set og reset, það getur komið upp svo staða af því að það engin
varnarrás hér til þess að þetta geti komið upp. Þannig að það verður óæskileg staða þegar við erum bara með 2 hlið, eins og þessu tilfelli 2 norðhlið. Þá verður óæskileg staða, en við skoðum það seinna í þessu verkefni, hvernig við getum útilokað að verði óæskileg staða. Þá bara bætum við einu hliði við. Og hér er óæskileg staðan þannig að báðir útgangarnir þvingast í lágt gildi. Og þessi aðalútgangurinn segir, það slökkt á móttornum vegna þess að það slökkt á mér. Hinn andhverfi útgangurinn, Q0, hann segir, nú það slökkt á mér, þannig að það hlýtur að vera kveikt á móttornum. Þannig að þeir eru alveg í mótsögn við hvorn annan. Og það mjög hættulegt. Það fer allt í rugl. Svo að nú förum við að teikna upp þessa rás og tökum leiðbeiningarnar kannski aðeins til hliðar. Það bara verið að sýna til dæmis fyrir spennugjafaspennuna, hvar við náum í hana. Það þetta tákn hér, lengst til vinstri í tækjastikunni í Multisim, þar sem við sjáum mynd af spennugjafamerki og þá smellum við á Power Sources og veljum WAF-DD, þá fáum við svona tákn og setjum það sem WAF-DD hérna og þá kemur þessi 5 V spenna. Og þetta CMOS Supply, svona CMOS Power Supply merking hérna. Og síðan á eftir, þetta til að við séu ekki alltaf að lendi í stoppi út af því að við finnið ekki þessa íhluti. Sko, jörðin líka hérna, við notum digital ground, það þetta hérna, G, ND, en þetta kallað digital ground sem við notum hér. Það hægt að nota ground, en það sem við erum með rökkrásir, þá notum við DGND, digital ground. Ok, aðeins varðandi að ná í rofana, sem sagt til að velja single pole double throw, SPDT rofan, þá þurfum við að fara í place basic, sem hérna, annan frá vinstri. Það eins og ameríska tákni fyrir viðnám, fyrir raunviðnám og smellum á þar og þá fáum við upp þetta, reynum að finna switch, smellum á switch og þar neðarlega í listanum þar SPDT, single pole double throw. Rofi, þetta svona víxl, hvað kalla þetta? Já, víxlrofi. Hérna sameiginleg miðja inn og hann gefur samband út á sitt hvorn endan hérna. Þannig að við notum þennan hérna, sjáum við hér fyrir set og reset, þannig að miðjan tengist inn á inngangana á hliðunum. Og þá farið þið bara inn í þetta skjal leiðbeiningar fyrir Multisim ef þið gleymið hvernig þið náið í switch eða spennugjafatáknin eða þetta probe. En til dæmis til þess að finna probe, þá förum við í já, það þægilegast að fara í að smetla á indicators hérna í listanum í tækjastikunni. Það indicators, það hérna 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. frá vinstri. Þar place indicator. Það svona eins og 7 segment display. Smellið á það, svona eins og 8 hérna. Og þá veljum við þar, já, það hlýtur að koma ef við smellum á indicators, já, þá indicators hérna, að þá kemur fram probe, eða veljum probe í þessum lista hérna til vinstri, þá ætti að koma hérna probe hér, probe red, og það langt best finnst mér að nota þetta hér, auðvitað getið þið notað annan lit, en þetta langt skýrast, það sem mér finnst. Þannig að þess vegna ég alltaf með það í þessum, hérna, þá kemur það vel út.
Eins bara þegar við erum að ná í þessi hlið að við farið í component source og þá rauninni sama hvar þið smellið, hvort þið smellið hérna lengst til vinstri eða einhvers staðar á þessa tækjastiku og smellið á search. Ég fer svona oftast í CMOS, sérstaklega bara ef maður að ná í sérstakar CMOS rásir, en þetta eru CMOS rásir yfirleitt, en þessar CMOS rásir hafa ekkert númer. Ef við smellum bara á NOR þá fáum við ekkert sérstakt númer og getum þá skellt þeim hérna inn og nú gerir ég þetta með ykkur í Multisim. Vonandi eru flestir búin að ná að opna Multisim og þá ætla ég að byrja að sýna það. Hér ætla ég að byrja því að ná í NOR hliðin. Ég smelli hérna á CMOS og auðvitað gæti maður fengið nákvæmlega eitthvað hlið hérna eins og 3 inganga 10 volta hlið, en ég ætla að smella hérna á search. Biðja bara hérna NOR. NOR fer í component. Ég smella hérna í component fyrst. Skrifa NOR og smella á search. Og þá fæ ég 2 inganga NOR. Það er NOR 2, 3, 4, 5. Þetta eru fjöldi inganga. Ég vil 2 inganga. Segi OK. Og þá kemur það hérna fram. Ef að síðasti íhlutur sem að þið voru að leita að kemur hérna, þá eyðið þið út úr þessari línu. Þannig að þá hérna kemur, þá reynið þið bara aftur og smellið á search og farið upp í component, skrifið NOR, smellið á search og þá kemur það aftur NOR 2 og smegið OK hérna og þá ætti NOR 2 að koma ef þið eru búin að hreinsa út úr þessari línu, component línu hérna. Og þá kemur þetta hlið, NOR, 2 inganga, býtum nú við. Ég ætla að smella hérna á OK til þess að ná því hérna fram. Og þegar ég er að byggja upp rásina, ég segi aftur hérna OK. Og síðan ætla ég að bara fara í close hérna því að mig langar til þess að ná næst í spennugjafatáknin. Ég næ í spennugjafatáknin með því að smella hérna lengst til vinstri á Place Source. OK, en það er ekki nóg. Ég verð að smella á Power Source. Og þar til hægrið þá er WAF-DD CMOS Supply. Og þar smelli ég á OK. Og þar ætla ég að hafa hérna til vinstri ofarlega CMOS Supply og Digital Ground hérna, DGND. Það fer svona eins og einhvern veginn niður eða eitthvað þannig, vísar niður í jörð og það staðset ég hérna neðarlega fyrir neðan, ekki alveg í beinni línu við WAF-DD, heldur smá á ská svo að ég geti haft línur vinstra megin til dæmis fyrir WAF-DD eða hægra megin. Eins og á myndinni þá var ég með línur vinstra megin fyrir Digital Ground og hægra megin fyrir spennugjafaspennuna. Og nú ætla ég að finna rofana. Þá er best að fara hérna í Place Basic og ef þið týnist í þessu þá er alltaf hægt að fara í að smetla á Select All Families og leita að þessum rofum þar líka og öllu mögulegu. En hér kemur fram switches. Hvað eru switches hérna? Hér, switch. Smelli hérna á switch og svo þarf ég að leita að víxlrofanum. Það er single pole double throw og hérna SRSPDT. Og þá segi ég hérna OK og nú, hann snýr öfugt hjá mér. OK, ég staðseti hérna þennan, ég ætla bara að taka afrit af honum á eftir vegna þess að hann snýr ekki rétt, finnst mér. Ég vel hann hérna og ég hægri smelli á hann þegar hann er valinn og ég ætla að fara í flip horizontal. Það að snúa honum við 180 gráður.
Þá ég komið með hann eins og hann hérna. Ok? Sigurður, Og- hver finnir spennugjáðan? Já, þú finnur ekki spenningjáðan. Þú ferð hérna í Place Source. Sérðu það, Kristín? Þar smellir á Power Source. Svo smellir á annað Digital Ground fyrst, nær því inn á og svo VAF D. Nei, það eru bara full mæting. Ok. Þið eru, Kristín, þetta komið hjá þér með spennugjáfann? Já. Ok. Á ég ekki nota ground þannig í sama... Nei, við notum Digital Ground. Hvar fannstu hérna Digital Ground? Ég fann Digital Ground með því að smetla lengst hérna til vinstri bara á Place Source og smetla svo á Power Source. Og þá Digital Ground, það hérna þriðja efsta, það AC Power, DC Power og svo kemur Digital Ground, DGND. Ok? Já, fann þetta. Ok. Flott þá held ég að það sé endilega bara að spyrja að gera, ég veist standi í þessu. Og ég af því að, já, ég ætla að gera þetta aftur með rofan til þess að þið sjáið það betur. Hér hef ég sem sagt, næst þegar ég finn rofana, þá það Place Basic og þá smelli ég á hérna Switch. Svo þarf ég að skrolla hérna niður til þess að finna hérna SPDT, Single Pole Double Throw og þá smelli ég á OK og staðsetta hann hérna og klósa þetta bara. Síðan vil ég snúa honum eins og hann hérna hjá mér í myndinni. Auðvitað hægt að fara í Rotate og tvisvar sinnum. En það hægt að segja hérna Flip Horizontal. Og þá kemur hann svona. Ef ég geri það, ef ég hef þetta svona, þá get ég líka farið í Rotate. Það hægt að gera það líka í lyklaborðinu með því að ýta á Ctrl R. Þá snýr hann svona. En þá hann ekki eins og þessi hérna fyrir ofan. Þannig að ef ég ýta á Ctrl Shift og R, þá fer hann tilbaka. Og þá ætla ég að hafa bara eins og í myndinni. Það til að minni ruglingur hjá ykkur vonandi. Þá ætla ég að hægri smetla á hann þegar hann valinn, þegar svona kassi í kringum hann og segja Flip Horizontal. Svona. Og þá bara eina sem ég eftir að finna, það probe. Ég ætla að kannski aðeins að byrja að tengja þetta áður inn í nægi próbið svo að þið hafið svona smá ráðrúm til að gera það sem ég var að gera. Að reyna að ná í rofana og velta þeim við. Meðan ég að tengja þetta. Við fáum punkt náttúrulega og svo smellum við niður þar sem við nálgumst annan punkt og tengjum hérna plus og mínus. Gott að hafa plusina ofanverðu á rofunum og mínusinn hérna neðanverðu á rofunum. Síðan kemur hérna þá þarf ég að tengja hérna inn á norðhliðin og en til þess að tengja þetta hér þá er náttúrulega betra að vera komið með eitthvað hérna við endana. Svo þetta hægt að skilja eftir svona punkta, maður tvísmellir hérna
þá verður eftir svona punktur sem ég get tengt í eftir á og gerir það líka hérna, bara skil eftir punkt hérna. Svona, maður tvísmellir. Og þá get ég klárað þessa tengingu, tilbaka tengingu sem að veldur þessu áhrifum að við getum haft svona minni á þessari ás. Ég má ekki vera of nálægt honum, ég smelli hérna. Svona, og þá ég hérna, á ég bara eftir að ná í þessi ljós hérna sem við kalla probe í forritinu. Og það hérna tíunda valið hérna frá vinstri, það place indicator. Smelli á place indicator og þá sé ég hérna í listanum vinstra megin að þar probe. Smelli á probe hérna. Og það sem að mér finnst að komi best út, það probe red, það rauða próbið. Á íslensku væri probe kannski þýtt sem kanni, svona mælitæki sem að sýni hvort það hátt eða lágt gildi inn í rökkrásum. Og við smetlum svo á OK og svo bara að fá eins mörg og við þurfum, svo þarf ég bara að snúa þessu hérna og svo ágætt að reyna að merkja eitthvað hérna inn á þetta. Þannig að við komum með öll 4 og þá ætla ég að snúa þessu hérna. Ég ætla að fara bara í clockwise hérna, svona, eins og í verkefninu. Og ég ætla að hérna, draga þennan punkt aðeins. Ég verð bara að eyða þessari línu, held ég. Ég velja hana og ég ætla að eyða henni. Þá get ég fært þetta próf hérna aðeins neðar og svo kem ég á endan og tengi hérna við. En ég ætla að láta þetta heita Q í staðinn fyrir X1. Þá getur maður hægri smelt og fara í Properties eða bara tvísmella á þetta, þá fær maður þetta hérna. Hér segir hérna Display, sko við getum sleppt í að sýna þetta 2,5 volt hérna. Og ég held ég haki hérna í burtu Show Values og velji hérna í Label, skrifa það bara Q í staðinn fyrir X1. Ég smelli hérna á Label, það Reference, eitthvað meira hérna og þá breyti ég X1 í Q og sjá hvernig það breytist á hérna. Það fara spennumerkingar þar og ég fæ merkinguna eins og við verðum með í verkefninu Q. Ég ætla að gera sama hérna niðri, ég ætla bara að eyða þessari línu hérna og ég ætla að snúa þessu hér, rotate og ég ætla að tengja þetta hérna við. Já. Mínum finnst eitthvað erfitt að gera aðrar línur. Erfitt að gera línur? Já, þú veist að tengja, get ég ekki bara tengt? Þú veist, þegar þú kemur að endanum á þessu, þá smellir þú niður, það færðu tengingu og ef þú hérna, dregur bara músina til, þá eltir línan músina. Já, ná ég ekki geta farið, þú veist, á línu. Og dreigja út henni? Nei, það ekki hægt. Þú verður, ef þú ætlar að fara á línu, þá gerir það þannig að þá tvísmellur þú og færðu punkt. Svo ferðu aftur frá punktinu. Þú getur tvísmellt hérna annars staðar, svo ferðu frá punktinum og niður á línuna. Skilurðu? Þú verður að tvísmella til að búa til punkt og ef þú vilt fara inn á línu, þá verður að gera, þá verður að tvísmella fyrst, þá verður að gera punkt fyrst, búa til punkt. Ég fór á nálægt þessum rofa. Það verður að tvísmella hérna og
og hérna smetla niður á línu. Það getur þú gert líka og få farið frá þessu og haldið áfram. Smá snögg spurningina, hvar fannst þennan rofa? Já, rofan. Þá ferðu í tækjastikkunni hérna uppi, það Place, Basic og svo smellirðu þá á Switch og hérna neðarlega í þessum lista þá SPDT og smellir á OK. Já, það komið? Flott Close hérna. Og ég ætla bara að merkja þá restina hérna og síðan þurfum við að skoða þetta eftir, ég þarf nefnilega að fara að byrja á fundi eftir 4 mínútur og ég ætla bara rétt að taka þetta listaverk hérna eins burtu og merkja, já þetta ekkert merkt hérna, OK. Ég bara merki þá hérna rofan. Ég ætla að velja hér, þetta reset og þá get ég náttúrulega skrifa hérna í staðinn fyrir space og ég get skrifa R og þá fæ ég hérna R í staðinn fyrir space og í neðri rofan þá get ég líka valið hérna S fyrir set. Hérna R-ið líka. Get ég valið hérna S því að þetta set og þá fer ég á lyklaborðið íti á S á lyklaborðið þá breytir það rofin stöðu. Fer ég á R-ið og þá breytir hann stöðu. Þannig að núna ég búinn að merkja það sem að, ég á eftir að skrifa hérna Q0 hérna neðri. Ég fer hérna í display, tvísmelti á prófið, taka í burtu hakið hérna, tek í burtu show values og breyti label í Q, skrifa svo bara hérna, það má ekki vera bil þess að hafa undirstrik, Q, undirstrik og skrifa svo not, svo við vitum hvað við að kalla þetta. Þetta heitir Q0 og smelti svo OK. Þetta þessi andhverfi útgangurinn. Og þá ætla ég bara rétt aðeins að prófa þetta og þá fundurinn hjá Jóni hérna alveg að detta inn. Ég ætla að setja hérna á run, smetla run og nú fæ ég bara strax óæskilega stöðu. Ég ætla að bera þetta strax við virknitöfluna og af því að það báður í hágildi og ég ætla að setja hérna S-ið fyrst í lággildi, þá ég með eðlilega stöðu hér í byrjun, Q-ið slökkt og Q0 kveikt. Ef ég slekk svo á R-inu, þá komið hvíldarstaða. Það 0 á báðum, sjá hérna, hvíldarstaða 0 og 0, 0 á set og 0 á reset og þá aðalútgangurinn, hann slökktur, Q. Og Q0 náttúrulega kveiktur. Nú ætla ég að setja mótorinn í gang, eða setja aðalútganginn í gang, þannig að það endar af því að mótor fer í gang, það tengi út frá þessu inn gegnum segulróða, setjum 3 fasa mótor í gang. Og þá setja ég á háttgildi hérna 1 á S. S hérna neðanverðu. Og ég slekk svo aftur á S. Ég bara gef hérna í rauninni púls. Ég þarf að íta aftur á S. Og þá helst hann í þessari stöðu. Og ég komin aftur með hvíldarstöðu. Og svo getur ég náttúrulega slökkt aftur með reset. Og nú ætla ég að slökkva á mótornum og þá íti ég á reset og aftur á reset til þess að fá í hvíldarstöðu og þá slokknar á Q-inu og þá helst hann í þessari stöðu. Og vonandi ná því að prófa þetta líka og þá getum við reynt að svara spurningunum hérna í þessum texta hér fyrst og eftir fundin þá ætla ég að fara í gegnum púlsalínuritið með ykkur. En fyrst spurt hérna hvaða merki hátt eða lággildi skiptir minnisþættinum og við sjáum hérna í töflunni að það háttgildi sem að skiptir honum. Þá segjum við hérna hátt. Hátt. Og hver hvíldarstaða innganga, hátt eða lágt? Það lágt. Það 0 á báðum, þá lágt. Þá gerist ekki neitt. Og í hvaða stöðu mega inngangurinn ekki vera samtímis?
og það í háugildi. Gildi. Já, háugildi. Heyrði, ég ætla aðeins að slökkva á upptökunni og fara úr sambandi því að ég þarf að mæta á fund núna. Við hittumst eftir kannski hálftíma, segjum það í bili. Okay. Sigurður. Já. Ég ætla bara að láta vita, ég mætti aðeins svo seint. Já, ekkert mál, ég hef búin að sjá þig, ekkert mál, ég merki við þig, merki við þig og Júlíus á eftir, ekkert mál. Allt í besta lagi. Ég sé ykkur á eftir og ég merki við ykkur fljótlega. Segjum það, við sjáumst, ég girra þér bara hálftíma. Reynið þá að vinna áfram í verkefninu eða mögulega getið. Annars sjáumst við eftir hálftíma, ok? Það slökkva upp. Bless á meðan.